Hér sitjum við enn, séra Halldór minn Gunnarsson í Holti. Geir Voga heiti ég, við sitjum á útvarpi Frelsi og ætlum að ræða lítillega málþing sem við vorum báðir á í gær. Talsvert margir mættir í Seltjarnarneskirkju á vegum æruverndar að fjalla mál séra Friðrikssonar. Já. Hvað segirðu mér um stöðu þess máls núna? Já, hún hefur nú lítið breyst, séra Geir minn. Vandamálið að við virðumst vera að berjast við eitthvað sem að þjóðfélagið ákveðið í að það sé hægt að taka menn af lífi, jafnvel þó að þeir séu löngu dauðir fyrir 70 árum eða svo, með því að koma bara með sögu, tilbúna sögu og hafa tilvitnun í mann með tilbúnu nafni og beint í framhaldi tekur Reykjavíkurborg þá ákvörðun að fjarlægja styttu af Friðrik með drengnum sínum, þessa stórkostlegu styttu listamannsins Sigurjóns og það engin undanfari með það, hún bara tekin niður og maður hefur heyrt það að þau hafi verið svo einhuga borgarstjórnin 23. Nei, var það ekki borgarráðið 7 manns? Ja, þeir samþykktu endalega 23, en það kom samþykktin fyrst frá borgarráði. Já. En að það sé hægt að fara fram með þessum hætti. Já, ef lifandi mann hefði verið að ræða þá hefði þetta verið aftakað án dóms og laga. Algjörlega rannsökuðu máli. Já. Og þegar maður kafar í það hvernig svona var hægt, þá erum við búin að stofna félag sem heitir Æruvernd og það Jón Magnússon, hæstaréttarlögmaður, sem fer fyrir því og við erum búin að stofna það með miklu fjölmenni og undirbúa okkur undir þetta málþing og við buðum gerendunum að mæta á þingið til þess að skiptast á skoðunum við okkur. Við buðum Guðmundi Magnússyni sem skrifaði þessa bók séra Friðrik og líf hans og síðan framkvæmdastjóra KFUM Tómasi Torfasyni og séra Bjarna og Sigrúnu sem komu fram, Sigrúnu félagsráðgjafa og ætluðumst til þess að þau myndu taka til varna og eiga samtal við okkur, en þeir mættu ekki. Og hvernig á maður að takast á við þetta vandamál þegar við reynum síðan að ná niðurstöðu með einhverjum hætti við þetta fólk, þá neitar það að koma að tala við okkur. KFUM neitar að birta þá skýrslu sem var auglýst í 2 heilsíðu auglýsingum frá Morgunblaðinu og þegar við reynum að nálgast þennan mann, þá bara þá fá okkar menn bara svívirðingar framan í sig. Já, skýrslan sem þú nefndir, þeir neita að birta skýrsluna sjálfa. Já, en skýrslan sem sagt hún kom mánuði eftir að borgarstjórn ákvað að fjarlægja styttuna og ákvað að rökum bara því að þessi bók skrifuð með einu nafni og síðan það Ríkisútvarpið og Kastljós sem talar þetta mál og bara setur fram það eins og fullyrðingu að séra Friðrik hafi verið kynferðis næstum afbrota maður og hvernig á að taka á þessu í þessari fjarlægð. Við höfum reynt það sem við bara okkur hefur dottið í hug en við fáum engar upplýsingar og þegar við byggjum KFUM framkvæmdastjóran að sjá þessa skýrslu, hvert svarið? Það sé búið að eyðileggja skýrsluna. Hún eigi ekkert að birtast. Ég trúi því ekki. Jú.
þeir eru svo rækilega búnir að ljúka þessu máli að þeir hafa eyðilagt gögnin í því líka. Já, já. Og þegar formaður okkar félags, Jón Magnússon, fyrrum KFM drengur og mikill áhugamaður starfsemi KFM, óskar eftir að ganga í félagið. Og það hefur alltaf verið sjálfsagt og bara samþykkt að ganga í félagið. En einu mörkin eru þau, þú ert velkomin á aðalfund, þú ert gengið í félagið, en þú farið ekki atkvæðisrétt fyrr en eftir ár. Þegar okkar formaður óskar núna eftir eingöngu, þá er hann tilkynnt að þeir hafi breytt reglunum og hann sé ekki samþyktur nema á stjórnarfundi og stjórnin kom ekki saman fyrir en eftir þeirra aðalfund sem var haldinn deginum áður en við héldum okkar málþing. Hefur ekki venjan verið svo að ef menn vilja ganga í KFUM þá tilkynna þeir það að þeir vilji fá aðelda félaginu og fá hana? Já, já. Umsvifalaust? Já. Þetta eins og með ungmennafélögin, hversu gamall sem þú ert þá getur þú gengið í KFUM. Eins og ungmennafélagar eru margir nýrætt ennþá, búin að vera í ungmennafélaginu síðan þeir voru börn. Það sama gildir með KFUM, er það ekki? Já, maður skildi ætla það, en hugsaðu, Sergei. En núna er tekin upp svo regla að stjórn félagsins verði að fjalla umsóknir á stjórnarfundi áður en að menn fá inngöngu í félagi. Já, það var bara þessi regla held ég sett upp til þess að Jón Magnússon gæti ekki komið á þennan fund. Já, ég skil þig. Býtu við, þetta er búið, ég tek þetta dæmi. Já. Við vorum með þetta málþingið, hver er sannleikurinn? Og þá er höfðað til þess dómstól samfélagsmiðla eða dómstól götunar sem að situr fram þennan dóm og það er svo mikil MeToo-bylting í þjóðfélaginu að bara að þessi möguleiki væri fyrir hendi þá bregst borgarstjórnin svona við strax út af engum forsendum. Og Ríkisútvarpið. Ríkisútvarpið malar það hvað þetta sé alvarlegt. En hefur félagið Æruvernd ekki farið fram á það við Ríkisútvarpið að fá að koma fram með sjónarmið félagsins í þessu máli þá? Aftur og aftur. Og? Okkur er ekki svarað. Okkur er svarað að það verði ef til við tala við okkur ef eitthvað nýtt kom upp. Og hvað skildi það vera eitthvað nýtt? Já, við vorum alveg viss það að með því að boða til málþing sem var fjölmennt 150 mann sem mættu í Seltjarnarneskirkju og þar voru fluttar alveg magnaðar ræður, aðalræður frá Birni Jóni og sagnfræðingi og Jóni Steinari fyrrum hæstaréttarlögmanns og Hæstaréttardómara og Valgerði Snæland og síðan ræður frá KFM mönnum og valsmönnum og fóstbræðrum og þar kom þetta fram. Ég var á þinginu og hlustaði á ummæli þessara þriggja, það er að segja fulltrúa fóstbræðra, KFM og það er að segja mann sem var á aðalfundi KFM. Já. Og fekk litla áheyrt þar og sá þriðji var svo valsmaðurinn. Já. Og eftir því sem mér heyrðist þá var allt á sömu bókina lært á öllum þessum stöðum en standa frammi fyrir því að hafa hlaupið á sig, þannig skildi ég samhengið, menn standa frammi fyrir því að hafa hlaupið á sig, fellt dóm án undanfarinnar athugunar, hlaupið á skleggjudóma séra Bjarna og Sigrúnar og gert þeirra skoðun að sinni og verja svo niðurstöðuna sem fengin er með þessum hætti með kjafti og klóm og öllum tiltæknum ráðum. Er það svona sem að þetta blasir við þér líka? Já, það sýnist öllum þetta vera svona, en alvarleikin er að borgarstjórn og tók ákvörðun
þegar þessi ferill sem að séra Bjarni sett af stað með því að koma í Kastljós og tala um alvarleikann og það verða að bregðast við og þetta væri svo svakalegt. Það var næstu mánuði eftir að borgarstjórn var búin að ákveða að taka styttuna niður. Og jafnvel voru átök það hvort það ætti að brjóta styttuna eins og maður gat lesið í frá þeirri umræðu. En nú styttan ekki eign borgarinnar, heldur var henni komið upp með samstilltu átaki fjölda manna. Það voru 100 borgarar víðsvegar að Já. sem söfnuðu fyrir þessari styttu og meir en það. Þetta var sett upp á landi sem ríkið átti, þannig að þegar talað um að KFUM hafi staðið fyrir byggingu styttunar þá það rangt. Og þegar það haldið áfram í umræðunni hjá Reykjavíkurborg að Reykjavíkurborg ráði við styttunni þá það rangt. Hvernig getum við sótt málið miðað við þessar aðstæður? Og svo heyrum við í útvarpsviðtali sem Pétur Gunnlaugsson tók við Hildi Björnsdóttur, efsta frambjóðanda í væntanlegum borgarstjórnarkosningum. þar sem hún segir að hún viti lítið þetta mál en borgarstjórnin hafi verið sammála og segir síðan þessa dæmalausu setningu að það væri nú hægt að skoða það að ekkja séra Friðriks eða fjölskylda hans myndi geta fengið styttuna. Á hvaða forsendu væri það? Býttum við að segja þetta, segir það að þessi kona veit ekkert sögu séra Friðriks sem var ekki við kvenmann kenndur. En er til í að taka æru hans niður með þeim hætti sem að gert var í borgarstjórninni? Já. Og hvað getum við þá gert í þessu félagi sem að reyna að ná árangri? Við erum eiginlega alveg orðlausir við að það sé ekki hægt að fara í mál, að það sé ekki hægt að hnekkja þessu með einhverjum hætti. Þetta pólitísk ákvörðun tekin á pólitískum vettvangi, þannig að það ekki þetta að draga það inn á... En hvernig getum við nálgast félagi sem séra Friðrik stofnaði, sem að borgarstjórn segir að félagið hafi gefið umsögn, sem hafi gefið tilefni til þess að taka styttuna niður, strax í upphafi. Ég held að verður að gera það á þeim vettvangi, á vettvangi KFUM verður að taka umræðu þessa ákvörðu stjórnarinnar og stjórnin hlýtur að verða að gera grein fyrir því á hvaða forsendu hún aðhafðist þar sem hún aðhafðist. Þetta innan félagsmál hjá KFUM og það það líka að þér virðist bæði hjá Val og fóstbræður. Stöndum við þá frammi fyrir því að þurfa að ná þeim árangri sem virðist nú mjög langt í land með þær viðtökur sem þeir fáu KFUM-menn sem mættu á aðalfundinn fyrir 3 dögum að það var nánast að þeir menn sem 2 fulltrúar KFUM sem töluðu þarna, það var nánast dauða þögn undir þeirra ræðu sem fluttu þó sannleikann stöðuna. Og framkvæmdastjórinn talaði við annan mannin sem tók til máls með þeim hætti að það væri nánast best að hann myndi hypja sig úr félaginu. Já, það kannski verður endurinn á öllu saman að eftir situr stjórn KFUM og félagarnir eru farnir. Hinn aðferðin væri svo að félagarnir létu málið til sín taka og gerðu upp í stjórnina. Það það sem ég að tala það bara þessi 2 möguleikar til í því. Ég sammála og ég held að þetta sé nú bara orðið ágætt þennan fund sem mér fannst vera góður, hann var málefnalegur og þarna kom fólk fram og meðal annars stjórnmálamenn sem tóku undir það að þetta hafi verið gjörningur sem hjá samhljóða borgarstjórn sem væri ekki hægt að réttlæta.
Já, ég heyrði þessa sömu niðurstöðu. Nú eru líkur á því að einhverjar breytingar verði á borgarstjórn Reykjavíkur í þeim kosningum sem í maí. Og ef að nýjir menn koma þar að völdum, nýr meirihluti myndast, þá eru þetta einnig möguleiki, það ekki, á að fá þennan nýja meirihluta til þess að taka málið fyrir á ný og skoða það og gera þá upp við verk fyrir borgarstjórnar. Það líka möguleiki sem fyrir hendi það. Auðvitað það möguleiki, en það dálítið langt í land þegar menn tala það að koma styttunni fyrir í geymslu og að Reykjavíkurborg ráði yfir henni, eins og aðeins hefur verið komið fram til að... Það hefur verið nefnt. Reykjavíkurborg ræður ekki yfir styttunni og á hann ekki, en Reykjavíkurborg hefur yfir því landi að ráða þar sem hún stóð áður. Það það eina sem að Reykjavíkurborg hefur hald á varðandi þetta mál. Það rétt, en ég held að forystumenn Reykjavíkurborgar séu ekki búin að viðurkenna þetta, þó það liggi alveg fyrir. Þeir hafa sagt að það hafi verið KFM og því að KFM hafi óskað eftir að styttan væri tekið niður, þá hefði það verið gert. En hefur KFM viðurkennt það að hafa óskað eftir að styttan væri tekið niður? Nei, en í grein sem ég skrifaði Greipdeild borgarstjórnar fyrir nokkrum dögum í Morgunblaðið, þá birti ég umsögnina sem KFM gaf til borgarinnar, sem borgin síðan byggði á með að fjarlægja styttuna. Þeir leituðu líka umsagnar Listasafns Reykjavíkur með tilliti til þess hvort ætti að fjarlægja styttuna. En bíðum við. Styttan var á steyptum grunni og var í ígildi hús og þá hlaut ákvörðun að taka slíkt hús niður að fara til skipulagsnefndar borgarinnar. Og það var ekki gert. Og það hefur nú tekið tíma í Reykjavík að gera einhverjar breytingar á skipulagi. Þarna var bara 1, 2 og 3. En ég held að við komumst ekki lengra með þetta í bili, en eigum við ekki að vera sammála það að vona það að nýr borgarstjórnar meirihluti í Reykjavík taki á málinu, kynni sér það og geri viðeigandi ráðstafanir í framhaldinu af þeirri niðurstöðu sem það voru fengið. Við verðum bara að vona það og mér nær að segja að við þyrftum eiginlega að biðja fyrir því að gerendur sjái að sér og það verði leitað niðurstöðu til lausnar og við sem erum að krefjast þess að ná fram árangri, við fyrirgefum mistökin leið og þessir aðilar koma tilbaka og leiðrétta málið. Leiðréttingin að stytturnar verði settar á sinn stað við valdsheimilið og í Reykjavík. Þá látum við þetta verða það síðasta þetta í bili. Já. Þakka þér fyrir. Hér sitjum við enn, séra Halldór minn Gunnarsson í Holti. Geir Voga heiti ég, við sitjum á útvarpi Frelsi og ætlum að ræða lítillega málþing sem við vorum báðir á í gær og talsvert margir mættir í Seltjarnarneskirkju á vegum æruverndar að fjalla mál séra Friðrikssonar. Já. Hvað segirðu mér stöðu þess máls núna? Já, hún hefur nú lítið breyst, séra Geir minn. Vandamálið að við virðumst vera að berjast við eitthvað sem að þjóðfélagið ákveðið í að það sé hægt að taka menn af lífi, jafnvel þó að þeir séu löngu dauðir fyrir 70 árum eða svo, með því að koma bara með sögu, tilbúna sögu og hafa tilvitnun í mann með tilbúnu nafni og beint í framhaldi tekur Reykjavíkurborg þá ákvörðun að fjarlægja styttu af Friðrik með drengnum sínum, þessa stórkostlegu styttu listamannsins Sigurjóns
og það er engin undanfari með það, hún er bara tekið niður. Og maður hefur heyrt það að þau hafi verið svo einhuga borgarstjórnin, 23. Nei, var það ekki borgarráðið 7 manns? Já, þeir samþykktu það endalega 23, en það kom samþykktin fyrst frá borgarráði. Já. En að það sé hægt að fara fram með þessum hætti. Já, ef lifandi mann hefði verið að ræða þá hefði þetta verið aftakað án dóms og laga af algjörlega rannsökuðu máli. Já, já. Og þegar maður kafar í það hvernig svona var hægt, þá erum við búin að stofna félag sem heitir Æruvernd og það er Jón Magnússon, hæstaréttarlögmaður, sem fer fyrir því og við erum búin að stofna það með miklu fjölmenni og undirbúa okkur undir þetta málþing og við buðum gerendunum að mæta á þingið til þess að skiptast á skoðunum við okkur. Við buðum Guðmundi Magnússyni sem skrifaði þessa bók séra Friðrik og líf hans og síðan framkvæmdastjóra KFUM Tómasi Torfasyni og séra Bjarna og Sigrúnu sem komu fram, Sigrúnu félagsráðgjafa og ætluðumst til þess að þau myndu taka til varna og eiga samtal við okkur, en þeir mættu ekki. Og hvernig á maður að takast á við þetta vandamál þegar við reynum síðan að ná niðurstöðu með einhverjum hætti við þetta fólk, þá neitar það að koma að tala við okkur. KFUM neitar að birta þá skýrslu sem var auglýst í 2 heilsíðu auglýsingum frá Morgunblaðinu og þegar við reynum að nálgast þennan mann, þá bara þá fá okkar menn bara svívirðingar framan í sig. Já, skýrslan sem þú nefndir, þeir neita að birta skýrsluna sjálfa. Já, en skýrslan sem sagt hún kom mánuði eftir að borgarstjórn ákvað að fjarlægja styttuna og ákvað að rökum. Bara því að þessi bók er skrifuð með einu nafni og síðan er það Ríkisútvarpið og Kastljós sem talar þetta mál og bara situr fram það eins og fullyrðingu að séra Friðrik hafi verið kynferðis næstum afbrota maður og hvernig á að taka á þessu í þessari fjarlægð. Við höfum reynt það sem við bara okkur hefur dottið í hug en við fáum engar upplýsingar og þegar við byggjum KFUM framkvæmdastjóran að sjá þessa skýrslu, hvert er svarið? Það sé búið að eyðileggja skýrsluna. Hún eigi ekkert að birtast. Ég trúi því ekki. Jú. Þeir eru svo rækilega búnir að ljúka þessu máli að þeir hafa eyðilagt gögnin í því líka. Já. Og þegar formaður okkar félags, Jón Magnússon, fyrrum KFUM drengur, og mikill áhugamaður starfsemi KFUM, óskar eftir að ganga í félagið. Og það hefur alltaf verið sjálfsagt og bara samþykkt að ganga í félagið. En einu mörkin eru þau, þú ert velkomin á aðalfund, þú ert gengið í félagið, en þú farið ekki atkvæðisrétt fyrr en eftir ár. Þegar okkar formaður óskar núna eftir eingöngu, þá er hann tilkynnt að þeir hafi breytt reglunum og hann sé ekki samþyktur nema á stjórnarfundi og stjórnin kom ekki saman fyrir en eftir þeirra aðalfund sem var haldinn deginum áður en við héldum okkar málþing. Hefur ekki venjan verið svo að ef menn vilja ganga í KFUM þá tilkynna þeir það að þeir vilji fá að þetta félaginu og fá hana? Já. Umsvifalaust? Já. Þetta er eins og með ungmennafélögin, hversu gamall sem þú ert, þá getur þú gengið í KFUM. En svo ungmennafélagar eru margir nýrætt ennþá, búin að vera í ungmennafélaginu sína síðan þeir voru börn.
það sama gildir með KFUM, það ekki? Já, maður skildi ætla það, en hugsaðu, Sergei. En núna tekin upp svo regla að stjórn félagsins verði að fjalla umsóknir á stjórnarfundi áður en að menn fá inngöngu í félagi. Já, það var bara þessi regla held ég sett upp til þess að Jón Magnússon gæti ekki komið á þennan fund. Já, ég skildi. Býtu við, þetta búið, ég tek þetta dæmi. Já. Við vorum með þetta málþingið, hver sannleikurinn? Og þá höfðað til þess dómstól samfélagsmiðla eða dómstól götunar sem situr fram þennan dóm, og það svo mikil MeToo-bylting í þjóðfélaginu að bara að þessi möguleiki væri fyrir hendi, þá bregst borgarstjórnin svona við strax út af engum forsendum. Og Ríkisútvarpið. Ríkisútvarpið malar það hvað þetta sé alvarlegt. En hefur félagið Æruvernd ekki farið fram á það við Ríkisútvarpið að fá að koma fram með sjónarmið félagsins í þessu máli þar? Jú, aftur og aftur. Og? Okkur ekki svarað. Okkur svarað að það verði ef til við tala við okkur ef eitthvað nýtt kom upp. Og hvað skildi það vera eitthvað nýtt? Já, við vorum alveg viss það að með því að boða til málþing sem var fjölmennt 150 mann sem mættu í Seltjarnarneskirkju og þar voru fluttar alveg magnaðar ræður, aðalræður frá Birni Jóni og sagnfræðingi og Jóni Steinari fyrrum hæstaréttarlögmanns og dómara, hæstaréttardómara og Valgerði Snæland og síðan ræður frá KFM mönnum og valsmönnum og fóstbræðrum og þar kom þetta fram. Ég var á þinginu og hlustaði á ummæli þessara þriggja, það að segja fulltrúa fóstbræðra, KFUM, og það að segja mann sem var á aðalfundi KFUM og fekk litla áheyrn þar, og sá þriðji var svo valsmaðurinn. Og eftir því sem mér heyrðist þá var allt á sömu bókina lært á öllum þessum stöðum, en standa frammi fyrir því að hafa hlaupið á sig, þannig skildi ég samhengið, menn standa frammi fyrir því að hafa hlaupið á sig, fellt dóm án undanfarinnar athugunar, hlaupið á skleggjudóma séra Bjarna og Sigrúnar og gert þeirra skoðun að sinni og verja svo niðurstöðuna sem fengin með þessum hætti með kjafti og klóm og öllum tiltækum ráðum. Er það svona sem að þetta blasir við þér líka? Já, það sýnist öllum þetta að vera svona, en alvarleikin að borgarstjórn og tók ákvörðun þegar þessi ferill sem að séra Bjarni sett af stað með því að koma í Kastljós og tala alvarleikan og það verða að bregðast við og þetta væri svo svakalegt. Það var næstu mánuði eftir að borgarstjórn var búin að ákveða að taka styttuna niður og jafnvel voru átök það hvort það ætti að brjóta styttuna eins og maður gat lesið í frá þeirri umræðu. En nú styttan ekki eign borgarinnar, heldur var henni komið upp með samstilltu átaki fjölda manna. Það voru 100 borgarar víðsvegar sem söfnuðu fyrir þessari styttu og meir en það. Þetta var sett upp á landi sem ríkið átti, þannig að þegar talað að KFUM hafi staðið fyrir byggingu styttunar þá það rangt og þegar það haldið áfram í umræðunni hjá Reykjavíkurborg að Reykjavíkurborg ráði við styttunni þá það rangt. Hvernig getum við sótt málið miðað við þessar aðstæður? Og svo heyrum við í útvarpsviðtali sem Pétur Gunnlaugsson tók við Hildi Björnsdóttur, efsta frambjóðanda í væntanlegum borgarstjórnarkosningum, þar sem hún segir að
hún viti lítið þetta mál en borgarstjórnin hafi verið sammála og segir síðan þessa dæmalausu setningu að það væri nú hægt að skoða það að ekkja séra Friðriks eða fjölskylda hans myndi geta fengið styttuna. Á hvaða forsendu væri það? Býttu við að segja þetta, segir það að þessi kona veit ekkert sögu séra Friðriks sem var ekki við kvenmann kenndur. En er til í að taka æru hans niður með þeim hætti sem að gert var í borgarstjórninni? Já. Og hvað getum við þá gert í þessu félagi sem að reyna að ná árangri? Við erum eiginlega alveg orðlausir yfir að það sé ekki hægt að fara í mál, að það sé ekki hægt að hnekkja þessu með einhverjum hætti. Þetta pólitísk ákvörðun tekin á pólitískum vettvangi, þannig að það ekki þetta draga það inn á... En hvernig getum við nálgast félagi sem séra Friðrik stofnaði, sem að borgarstjórn segir að félagið hafi gefið umsögn, sem hafi gefið tilefni til þess að taka styttuna niður, strax í upphafi. Ég held að verði að gera það á þeim vettvangi, á vettvangi KFUM verður að taka umræðu þessa ákvörðu stjórnarinnar, og stjórnin hlýtur að verða að gera grein fyrir því á hvaða forsendu hún aðhafðist þar sem hún aðhafðist. Þetta innan félagsmál hjá KFUM og það það líka að því virðist bæði hjá Val og fóstbræður. Stöndum við þá frammi fyrir því að þurfa að ná þeim árangri sem virðist nú mjög langt í land með við þær viðtökur sem þeir fáu KFUM-menn sem mættu á aðalfundinn fyrir 3 dögum, að það var nánast að þeir menn sem 2 fulltrúar KFUM sem töluðu þarna, það var nánast dauða þögn undir þeirra ræðu sem fluttu þó sannleikann stöðuna. Og framkvæmdastjórinn talaði við annan mannin sem tók til máls með þeim hætti að það væri nánast best að hann myndi hypja sig úr félaginu. Já, það kannski verður endurinn á öllu saman að eftir situr stjórn KFUM og félagarnir eru farnir. Hinn aðferðin væri svo að félagarnir létu málið til sín taka og gerðu upp í stjórnina. Það það sem ég að tala um, það bara þessi 2 möguleikar til, eins í því. Ég sammála og ég held að þetta sé nú bara orðið ágætt þennan fund sem mér fannst vera góður, hann var málefnalegur og þarna kom fólk fram og meðal annars stjórnmálamenn sem tóku undir það að þetta hafi verið gjörningur sem hjá samhljóða borgarstjórn sem væri ekki hægt að réttlæta. Já, ég heyrði þessa sömu niðurstöðu. Nú eru líkur á því að einhverjar breytingar verði á borgarstjórn Reykjavíkur í þeim kosningum sem í maí. Og ef að nýir menn koma þar að völdum, nýr meirihluti myndast, þá þetta einnig möguleiki, það ekki, á að fá þennan nýja meirihluta til þess að taka málið fyrir á ný og skoða það og gera þá uppi verk fyrir borgarstjórnar. Það líka möguleiki sem fyrir hendi það. Auðvitað það möguleiki en það dálítið langt í land þegar menn tala um það að koma styttunni fyrir í geymslu og að Reykjavíkurborg ráði yfir henni eins og aðeins hefur verið komið fram til að... Því hefur verið nefnt. Reykjavíkurborg ræður ekki yfir styttunni og á hann ekki, en Reykjavíkurborg hefur yfir því landi að ráða þar sem hún stóð áður. Það eina sem að Reykjavíkurborg hefur hald á varðandi þetta mál. Það rétt, en ég held að forystumenn Reykjavíkurborgar séu ekki búin að viðurkenna þetta, þó það liggi alveg fyrir. Þeir hafa sagt að það hafi verið KFUM og úr því að KFUM hafi óskað eftir að styttan væri tekið niður þá hefði það verið gert. En hefur KFUM viðurkennt það að hafa óskað eftir að styttan væri tekið niður? Nei, en
í grein sem ég skrifaði greipdeild borgarstjórnar fyrir nokkrum dögum í Morgunblaðið, þá birti ég umsögnina sem KFUM gaf til borgarinnar sem borgin síðan byggði á með að fjarlægja styttuna. Þeir leituðu líka umsagnar Listasafns Reykjavíkur með tilliti til þess hvort ætti að fjarlægja styttuna. En bíðum við. Styttan var á steyptum grunni og var í ígildi hús og þá hlaut ákvörðun að taka slíkt hús niður að fara til skipulagsnefndar borgarinnar. Og það var ekki gert. Og það hefur nú tekið tíma í Reykjavík að gera einhverja breytingar á skipulagi. Þarna var bara 1, 2 og 3. En ég held að við komumst ekki lengra með þetta í bili en eigum við ekki að vera sammála það að vona það að nýr borgarstjórnarmeirihluti í Reykjavík taki á málinu, kynni sér það og geri viðeigandi ráðstafanir í framhaldinu af þeirri niðurstöðu sem það voru fengið. Við verðum bara að vona það og mér nær að segja að við þyrftum eiginlega að biðja fyrir því að gerendur sjái að sér og það verði leitað niðurstöðu til lausnar og við sem erum að krefjast þess að ná fram árangri, við fyrirgefum mistökin leið og þessir aðilar koma tilbaka og leiðrétta málið. Leiðréttingin að stytturnar verði settar á sinn stað við Valsheimilið og í Reykjavík. Þá látum við þetta verða það síðasta þetta í bili. Já. Þakka þér fyrir.